Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, við ætlum að fara til Íran. Það skiljanlegum ástæðum að það eru væringar á milli Íran og Ísrael og núna var Evrópusambandið að setja á viðskiptaþvinganir gagnvart Íran, ætla að fara í sömu aðgerði gagnvart þeim og Rússlandi. Aðeins til þess að setja okkur inn í þessi mál hingað komin Kjartan Orri Þórsson, fyrir ekki. Hvað eru menni sem þú ert? Svona persafræðingur? Já, ég er svona bara fræðingur í málumnum Írans, sko. Og ekki notað orðið Persía? Nei, hún notað orðið Íran, sko, og bara opinbert nafn landsins búið að vera Íran síðan, sko, 30 eitthvað. En ef ég myndi segja Persía, þá væri það pólitísk, svona, ég væri keisaramegin einhvern veginn í. Já, mögulega, sko, það er svolítið búið að stela orðinu þangað, sko, einhverju svona keisarasinnar, sko, það er alveg rétt með því það held ég, sko. Það er Íran. Já. Hvað það hefur náttúrulega verið einhverju svona, það hefur ekki verið mikil viðskipti. Nei. Í Íran. Nei. Hvað, kanntu að meta það? Hvaða merkingu þetta hefur að Evrópusambandið ætlar að herða? Þessar þvinganir? Já. Já, manni finnst kannski, þú veist, maður hefur svona tilfinningunni að svona allt sem búið að vera að gerast sé að mjög mörguleiti á einhverju svona tákgrænu leveli, sko. Og ég held að þetta skýrir sig ekkit úr með það, þessar viðskiptaþvinganir, það er bara verið að nota einhver orð og svona gefa til kynna að menn séu ósáttir með þetta sem að dugar bara eins langt og það dugar vegna þess að ég held að við hefum ekkert séð þessar viðskiptaþvinganir sem að Íran hefur náttúrulega kannski almennt verið undir, hafa neitt virkað neitt sérstaklega vel þú veist, gjaldmiðlinn er nú þegar bara í frjálsu falli, sko, bara leið og þessi árás var gerð þarna á Ísrael síðustu helgi að þá hríðfjall gjörsamlega ríalinn, sko. Þannig að ég veit ekki, sko, hvaða áhrif þessar viðskiptaþvinganir nákvæmlega eiga að hafa aðrar svona tákgrænar, sko. Þetta er til heimabrúks eins og stundum er sagt, þetta er yfirlýsing Evrópusambandsins að þeir standi með kannski svona sjónarmið Bandaríkjanna að Íran sé hluti af, er þetta ekki kallað öxulveldi hins illa, það er alltaf þess að maður sér að lesa Prins Valiant hefti þegar maður er að hlusta á Bandaríkjamenn tala utanríkismál. Já, nú ertu að vitna í, sko, Bush með sína svona orðræði þarna bara upp úr aldamótum, sko, það sem hann notar þetta en það sem alveg verðt að nefna það, sko, kannski við það að segja þetta þá bjóð hann til, eða sko Íranir eru búin að eigna sér þetta og eru orðin, sko öxulveldi svona, hvað heitir það, andspyrnu öxulveldi, þannig að þeir eru bara kannski tekið á móti þessum stimpli og bara eigna sér hann, sko, og frekar hann eitthvað annað, sko. Og kannski að þú veist að við horfum á þetta líka frá svona íranskri hliða þá hefur svo sem þessi svona viðskiptaþvinga og svona orðræðan í kring og það hefur líka áhrif á Íran og kannski svona, hvað segja, radikalisar menn frekar en að lægja einhverjar öldur, sko, að þú veist að þarna er komið svona enn eitt dæmi það hvernig Evrópusambandið og Bandaríkjamenn og svona vestrænar þjóðir séu svona lönd og ríki sem ekki er hægt að treysta á vegna þess til dæmis að við skoðum þessa árás sem átt sér stað síðustu helgi og svona þessum Íranir töluðum til dæmis á fundi sem var boðaður í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna bara á sunnudagskvöldið þeim rétt. Að þá voru þeir svolítið að tala þetta, sko, þú veist, ok, þeir fara og ráðast þarna með þessum drónum inn í Ísrael til þess að svara loftárás eða árás sem var gerð á svona sendiráðsskrifstofur í Damaskus, íranskar sendiráðsskrifstofur. Til þess að myrða þar ráðamenn? Já, svona offisera og okkur svoleiðis og þeir segja bara, ok, og við mættum bara í öryggisráðið og við kvörtuðum yfir þessu. Og við vildum fordæmingu og við vildum að það verið tekið á þessu á þessum vettvangi og við báðum að þeir tekið á þessu á þessum vettvangi. Það var ekki gert. Það sem var gert var bara að þetta var hunsað og nú sittum við hér og höfum gert þetta vegna þess að við sáum það ekki annað í stuðun en að gera eitthvað í þessu máli.
Við höfðum rétt til þess og okkur bara skylda til þess, svo maður noti í orðfæri sem var notað eftir 7. október í vesturveldunum, að Ísraels hefði bæði rétt að verja sig og bæði skylda til þess og Íranir líklega líta svo á að það sé eigi það sama við þá. Já, þeir vitna bara í einhverju samþykktir Sameinuðu þjóðanna númer 60 eða kollega sem að segir bara, þú veist, að ef það ráðist á því sem fullvalda ríki að það máttu svara því, sko. Þannig að ég held kannski að þessar viðskiptaþvinganir séu kannski hluta þessu sem að þú veist, það er polarisering í gangi og þú veist að það er verið að, þú veist, Íran er til hliðar og þeir hafa upplifað það mjög lengi einhvern veginn, sko, þannig að þetta svona eigur kannski á það frekar en eitthvað annað, sko, þó að þú veist að menn sé að tala með þessum móti, sko, þú veist, þýski utanríkisráðherrann sem að segir að það þurfi að bræðast við þessum árásum og eitthvað slíkt, sko. Þannig að já, maður spyr sig, sko, þú veist, þetta kannski grefur undan einhverjum ákveðnum svona trausti til þessara svona alþjóðastofnana eins og til dæmis öryggisráðsins. Það bregðist við ólíkt eftir í hver á í hlut. Íran, sko, já. Og það er það sem að, sko, Íranir hafa náttúrulega verið að keyra sína stefnu og íransk stjórnvöld hafa svona kannski, hvað að segja, byggt svona sinn grundvöll á því að þú veist, að þeir séu svona mótvægi við einhverjum svona vestrænum imperialisma og eitthvað svoleiðis, sko, að þú veist að það þýði ekkert að treysta Bandaríkjamenn, að þýði ekkert að treysta á Evrópu og allt sem þeir hafa gert þarna þessu svæði og svoleiðis og þeir þurfa að vera svona mótsvar við því og það sé ekki endilega að treysta þessum svona hvað segja, þessum alþjóðastofnunum sem eru svona stofnaðar til þess að það finna stofnaðar að Bandaríkjamönnum eftir svona, já, miklu eftir stríð. Já, en að nafnu til þess að vera nútral. Já. Þannig að þú veist, þeir svona kannski, hvað segja, undirstrika mikilvægi sitt sem, sko, þú veist, að ef það væri ekki íslamska lýðveldi að þá ertu komið með einhver svona leppstjórn Bandaríkjanna eða eitthvað svoleið sem er bara orðræðan í Íran er almennt svona og er ekkert gripin úr lausu lofti, sko, en kannski hjálpar til við að svona treysta í sessi, sko, stjórnvöld sem eru líka að framkvæma alls konar óskunda innanlands og utan í raun líka, sko. Þannig að ríkjandi stjórnvöld eru þjóðirnis sinnuð íhaldstefna. Íran? Hvernig myndur þú skilgreina þetta fyrirbrigði? Já, kannski einhverju leiti, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, það er... Þetta er ramt íhald? Þetta er ramt íhald, já, það er alveg klárt mál, sko, en svona kannski líka uppstilt sem eitthvað svona alternativ við sko, einhver vestrænu lýðræði kannski svona hugmyndafræðin sé að, þú veist, að þetta er náttúrulega uppbyggt þannig að þetta er svona teokratist lýðræði einhverju leiti sem er bara mjög stór hugmynd, hvernig getur Guð blandast inn í lýðræði, hver ætlar að túlka hvernig myndir Guð reka samfélagið? Vilja, já, hvernig ætlar að túlka það sem honum finnst og hvað ætlar að gera þegar vilji fólksins skarast á við vilja Guðs einhvern veginn og allt þetta, sko. En er samt svona sett kannski fram til þess að svona vera eitthvað skonar alternativ við því sem var. En við erum með ramt þjóðurnis íhald víða. Við erum með Putin og við erum með Trump og við erum með Xi í Kína, við getum flokkað hann eða það segir ekki alltaf söguna að til dæmis ef við tökjum Trump eða Putin að þeir eru svona gerðir áfram að við getum kallað það svona ólíkarka veldi nýfrjálsvíkunar til hliðar. Hvað er slíkt fyrirbrigði, er ekki klerkastjórnin að þjóna ólíkorkum Íran? Það er svona efnastefna þeirra. Já, það hefur komið upp einhvers konar svona, þú veist, ný stjætt sem getur mörgulega flokkað sem einhvers konar oligarkíu, sko, og þú veist, og það er rosa flóki kannski að skoða, þú veist, stjórnkerfið og hvernig þetta skarast margt og svo ertu með svona koncept sem heitir Bonjat sem er einhvers konar svona, eitthvað svona ríkishlutafélög sem eru samt undir einstaklingum, sko, sem að rosalega miklir peningar færi gegn og þú veist, og eru tengdir við, þú veist, jafnvel einhverjar herdeldir og eitthvað svoleiðis, sko, þannig að þú ert, með kannski einhver svona oligarkíu í gangi, einhver leiti í Íran, sko. Menn koma sér upp einhverju stöðu í gegnum, bæði áhrifi með ríkisfyrirtæki en líka efnast, persónulega sjálfur og eru virkið þáttakendur í pólitík, til dæmis í einhverjum hálfgerðum herdeldum. Já, algjörlega, sko, og
og bara kannski, þú veist, hafa kannski fengið, þú veist, það er kannski þar sem að svona hræstnin hefur komið svolítið svona í ljós í þessu svona stjórnkerfi sem að þú veist, að menn að þú veist, hvað segja, menn að tala rosalega svona skarpt gagnvart Bandaríkjunum og þú veist, þessu bandarísku svona hegemóníu við bæði einhver svona kapitalísku kerfi en líka einhver svona stjórnmálalegt og hernaðarlegt og svoleið, sko. En svo eru kannski börnin þeirra sendt í skóla til Evrópu eða þú veist, myndir að það með iPhone eða eitthvað svona, sko, það sem að þeir svona verða, já, líta svona hálf kjánulega út, sko. Yfirvaldi vill ekki alltaf gera það sem að þau ætlast til þess að almenningur gerir. Nei, sem er bara kannski... Boris Johnson þurfti að segja af sér út af því, hann vildi ekki beygja sig undir, sko, sóttvarnar. Nákvæmlega. Og þá við fleiri ráðamenn. En það er ekki nýtt undir sólinni þarna, sko, og ekkert sérstakt við Íran sem slíkt, sko, því þetta er bara eitthvað sem að tíðkast náttúrulega út allt, sko. Það er ekki, hvernig er þetta eftir, það er ekki sama Jón eða Séra Jón, sko, allt þetta, sko. En þetta er svona innanlands og það voru náttúrulega, ég held að síðast að þú komst hingað, þá vorum við að tala uppreisn almennings. Já, það passar. En hún hefur fjarað út, eða? Hún hefur fjarað út að einhverju leyti, sko, að þú veist, hún er ekki jafn sýnileg, sko, menn, sko, stjórnvöldum hefur tekist fyrst vera að svona halda þessu járngripi samfélagið eins og áður, sko. Og andófið bara að losna undan þessu svona klíkuveldi, það er eiginlega bara óánægja með fyrirkomulagi sem frekar heldur en að þessi krafa einhverja tiltekið samfélag sem að fólk vil. Já, ég meina, þú veist, íranskt samfélag svona kannski hefur ekki náða að þroska svona almenna svona kannski borgarasamfélag það er ekki vettvangur stjórnarandstöðu. Það er engin vettvangur stjórnarandstöðu ekki frekar en í Rússlandi. Nei, og ekki frekar en sko Íran fyrir byltingu heldur, sko, og það er kannski þess vegna sem að klerkarnir komist til valda á sínum tíma þegar voru svona eina svona systematíska apparati sem var bara til í landinu sem gæti einhvern veginn þú veist, gert eitthvað, sko, þegar, og það er bara sama upp á tenningnum núna, sko, við erum bara með svona rosalega splittaða stjórnarandstöðu sem er kannski bara farin að ruglast út í heimi bara á Twitter, skilur við, að þú veist, þetta er ekkert alvöru kannski svona stjórnmálaafl einhvern veginn heldur kannski einhverju upprópanir og læti, sko. Landflótta hópar sem að eru með í hugmyndir og gera kannski allir tilkall til þess að vera þau raunverulega Íran. Nei, og missa svo kannski, þú veist, tengslinn við landi og það er rosalega erfitt að vera, þú veist, einhvers staðar annar staðar og reyna að koma sér inn í annað samfélag og líka hann að halda í það gamla og ætla eitthvað svona breyta því, sko, að nú kannski bara jafnvel ómögulegt, sko, eða þú veist, við sjáum það alveg bara, kannski þess sem að Navalny ákveður að snúa tilbaka líka, eða þú veist, þetta er bara, við sjáum alveg, þetta er ómögulegt að ætla að vera einhvers staðar fyrir utan, sko. Nei, Lenin verður að taka lestina til Pétursborgar. Akkurat. En var það ef við förum í írsku byltinguna að þá, maður gæti kannski sagt sögunar í þremur setningum með því að segja að fólk vildi losna við það sem að var og svo þegar það var að falla að þá var hvað hefur við að gera þá og þá fóru deilurnar í gang og þú vildir eitthvað og annað vildi eitthvað og þangað til að það var svona glundróða tímabil og þá sagði einhverju bíddu en þessi gaur þarna, hann hefur alltaf sagt þetta sama og það var komið inn í og hann eiginlega fekk völdin á því að vera með plan stabilitet, sko. Og sem hann náttúrulega byggði á sko, hafði djúpstæða rætur í menningu þjóðarinnar því að kannski voru millistéttin sem að startaði byltingunni og knúði áfram á þessum tíma að hún vildi sko fara að búa til nýtt Íran og það er svolítið erfitt í glundróða tímabili að selja eitthvað sem er nýtt og fólk veit ekki hvað það er vegna þess að fólk vil losna á glundróðanum og vil velja eitthvað sem það þekkir og það þekkir þá þennan, það er skárstikostur. Já, líka hvað séu þess að endursögla á íransku byltingu? Ég meina, þetta er fín endursögn kannski en þú veist að líka kannski að stóðirnar voru líka bakvið komin í, sko. Og þá var engin svona vettvangur stjórnarandstöðu annars staðar, engin svona verkalýðsfélög, engin svona stjórnmálaflokkar, ekkert það sem að gæti borið samfélagsumræðu. Algjörlega, sko, þannig að þetta var kannski svona eini staður sem þetta gat átt sér stað einhvern veginn og kannski það frekar stór hluti af því að þetta var hægt náttúrulega, en þetta er alltaf alls konar hluti sem koma saman hann að þetta bylting á eiga sér stað, sko. En það er svo sem alveg, já, og þess vegna er kannski erfitt líka að lesa í svona kannski íranskt samfélag hvað maður sæi gerast einhvern veginn og hvernig þetta getur þróast og kannski hvað fólk
myndi vilja sjá. Því að það kom ekki ljós í byltingunni, sko, því að þetta var eiginlega nauðarkostur. Já. Það fólk var ekki að gera byltinguna til að fá þetta. Nei. Það var bara að gera byltingu og svo kom þetta. Svona einhvern veginn, sko. Já, svo þarf fólk að lifa með því einhvern veginn. Já, og svo kannski, þú veist, það svo sem að kannski keirir svona þessa byltingu sem er búin að vera í gangi núna í 2 ár, rúmlega. Að þú veist, það er engin haus, það er engin sem getur kannski tekið endilega völdin í þessu, þú veist, það er engin sem að er svona bílstjóran í þessu eða hefur einhvers konar svona kerfi á baku sig til þess að geta borið það upp, sko, því að maður kannski stendur ekki einn upp svona, það þarf að vera ákveð svona network kannski í kringum fólk sem ætlar að taka yfir stjórn heils lands, sko. Og þegar klerkarnir segja, ég meina ef að þið viljið ekki okkur, þá munið þið fá eitthvað sem verður bara backup frá Bandaríkjunum. Og það að sumuleyti, það bara þannig, að í slíku ástandi, að þá það þeir sem að munun á völdum, ef að klerkaveldið fellur á hné, að þá það mjög líklega einhverjir sem að hafa, sko, backup frá Bandaríkjunum, eins og við höfum séð í ýmsum löndum. Já, þetta kemur eitthvað svona leppstjórn. Já, þetta er yfirleitt náttúrulega, við vitum það bara, þetta er yfirleitt svona, hvað að segja, menn standi ekki upp einir sem einhvers konar byltingar leiðtogar og sérstaklega þegar við erum með land sem eru svona stilla sér upp á móti Bandaríkjunum eins og Íran, að þá er hætt við að ef það komi byltinga þá séu bandarísk stjórnvöld einhvers þar á bakvið, sko. Og það er ekki alltaf fallega stjórnir sem að koma út úr því. Nei. Það er svona okkar skítæll eins og þið segja í Bandaríkjunum. Já. Það var verið að kjósa og það lítil kosningaþátttaka. Mótmæli voru það að mæti ekki. Já. En það kemur samt fram. Það er ekki eitthvað sem kemur á eftir og sturtar atkvæðaseðlum í kassan, þannig að þetta lítur betur út. Nei, einmitt, það er ekki, sko. Það er ekki svona sami þykjustu leikur og er verið að ásaka til dæmis Rússaðum. Nei, algjörlega, þetta er svona, þetta er kannski það sem er náttúrulega snúið með þetta íranska kerfið sem vorum að tala um að þetta er svona lýðræði og svo einhvers konar, sko, guðlegt veldi, sko, er að þú veist að menn hafa svona spíla þennan lýðræðisleika einhver leyti svona, ég ætla ekki að segja sanngjarnt en þú veist, hann er eins og þú segir, sko, þú veist, það er verið að við fáum tölur hvað eru margir sem að tóku þátt og svoleiðis, sko. En hins vegar máttu kannski ekki bjóða þau fram eða ég fæ eiginlega alltaf, ég er kynntur í öllum fjölmiðlum en það er bara það að þig. Nei, það er bara innbyggt inn í kerfið að það þarf að samþykja frambjóðendur, sko. Og bara, þú veist, það hefur gerst í lýðræðis sögu Íran að þú veist, það hefur komið þá fram forseti sem hefur ekki verið stjórnvöldum svona sko, þá klerkastjórnvöldum sko, sem þeim hugnaðist ekki, sko, alltaf opinn og ekki nóg svona íhaldsamur og svoleið, sko. Og orðið til svolítið svona spenna á milli valdastofnana sem er jákvætt í lýðræðis samfélagi. Já, getur verið það, sko, getur lamaða líka eins og við sjáum bara í Bandaríkjunum og svoleið, sko. En já, að þú veist að en þeir hafa ekki kannski náða að klára heldur málið, sko, þessi svona umbóta sinnuðu svona frambjóðendur sem hafa náð kjöri, en svo erum við bara komin á þann stað samt sem áður í þessu svona íranska lýðræði og kannski þessna sem að fáir taka þátt, er að það er gengið það langt í að skera niður frambjóðendur að það eru í raun engir svona umbóta sinnaðir eða þú veist, það er búið að kötta niður allt svona óvænt ósufaktorana í þessu, sko, að þú veist að það er svo listi bankasýslunar frambjóðendur í bankaráð. Já, það er bara alveg búið allir mótar í sama mótið. Já, það er alveg búið að bara setja þess, sko. Og þess vegna kannski lítil þáttaka í kosningum, sko. Það er hort á að það eru framönda kynslóðaskipti að því að það er náttúrulega kannski elsta kynslóðin sem var í byltingunni, hún er farin og svo kynslóðin sem tekur við í svona af því þessari klerkastjórn að hún er orðin öldruð og þá er kannski alltaf möguleiki á að það komi, hvað við segja, Gorbachev, einhver sem horfist í augu við að ef við ætlum að halda íslensku lýðveldi hér áfram að þá verðum við að gera einhverja breytingar til þess að lifi að því það er að bresta eitthvað hjá okkur. En það er ekki, sérðu eitthvað slíkmerki í þessu klerkaráði í dag? Já, sko, ekki í klerkaráðinu, nei. Þau munu kjósa leiðtogann, ekki? Já, það er nú verið svona sérstætt klerkaráð sem kýs æðsta leiðtoga Írans, sko.
Við höfum haft forseta hins vegar sem að, þú veist, hægt að bera saman við Gorbachev til dæmis, sko. Og reyndi einhver svona umbætur, svona, þú veist, það kannski einhvers konar samanburður sem hægt að gera við hann, sko, annað ekki, sko. Og hann komst í raun og vera ekki gegn með og það er kannski að því að, þú veist, við vorum að tala um við erum líka að tala um svona, þú veist, ólígarkíu einhverju leiti, skilur, það eru mjög sterk öfl og mjög stór og kannski einhverju svona meiri segja svona hernaðar armar sem að sem að tengjast svona öflum, sko, að þá að við sjáum í þessu svona klerkaráði þar virðist vera mjög svona sterk hvað segja sín að bara halda hvað segja svona valda kerfinu eins og það og það gerist í raun og veru líka þegar núverandi æðstileiðtogi kosinn, sko, að þá var búið að velja annan sem að þótti of róttækur, sko, og þá var þessi sem núna bara döbbaður upp í, þú veist, hann var ekki með í raun og veru rétta svona, hvað segja, hann var ekki með, sko, hann var raun og veru ekki nógu lærður til þess að taka að sér þetta embætti, en því ég bara breytti við nóttu að það sé bara nóga að, þú veist, að hann sé bara eins og þessi maður var vegna þess að hann ógnar ekki kerfinu, sko, þannig að bara, þú veist, strax hann, sko, 1989 þegar hann verður æðstileiðtogi, sko, þá sjáum við að kerfið, sko, passaði upp á sig frekar hann að fá inn einhvern sem var raun og veru hæfur til embættisins sem að gæti ógnaði vegna þess að hann var þá á móti einhverjum svona fjöldaaftökum og eitthvað svoleiðis, sko, en þá valinn svona jámaður í staðinn sem að ennþá í dag og ég held að sjá engar breytingar á því núna, sko, þegar núverandi æðstileiðtogi fellur frá, sko, sem hann gerir svona óhjákvæmilega en það komin á mjög háan aldur en það var mitt kosið til þessa ráðs núna sem á að velja hennar næsta æðstileiðtoga þannig að við þar eru ólsegir íhaldsmenn í öllum settum. Já, það var niðurstaðan var sú, sko, og það var algjörlega fyrir að passa upp á það að þetta fari ekkert út í einhvað, sko, sem er kerfinu, sko, ógnar kerfinu neitt, sko. Það nefnir stundum svona hernaðar arma sem er þá valdastofnanir. Hvernig virkar það? Ef þetta ekki bara svona herin? Er þetta ýmsir herir eða? Já, það er bara einhver svona sjálfbálega hersveitir, einhver svona byltingarverðir og þessi svona basíts, svona götu, því hvað maður kalla það, sko, þetta er eitthvað svona götuher, sko, eða þú veist, þetta er bara svona einhvers konar hreyfing, já, þú veist, kannski eða þú veist, einhvers svona hreyfing sem að hefur svona höfða til ungra fátækra karlmanna einhvern veginn, sem hefur verið svona einna hörðust svona íhaldssömust og þú veist, kannski þeir sem að ráðast á fólk fyrir að vera svona, klætt á ákveðinn hátt eitthvað svoleiðis, sko. Hljómar eins og brúnstakarnir. Já, og og bara tilheyra kannski ekki svona formlegum, lýðræðslegum öflum, heldur einmitt kannski heyra einhverju leiti undir æðstileiðtogann og einhverju leiti þetta undir einhverju svona hlutafélagi sem er ríkisins en samt ekki, sko, þannig að við erum með það, já, og svona Er þetta eitthvað sögulegt í Íran eða er þetta eitthvað sem að verður Þetta verður bara til við byltinguna, sko. Þetta eru það sem að voru aldrei listar upp og svo þegar þeir stríðu í Íraka þá bjóða þeir sig fram að fara í fremstu víglínu og falla og verða miklar hetjur og draga til sín nýjar kynslóðir á ungum mönnum bara sem að hafa völd yfir öðru fólki og geta lamið að fyrir ekki að vera rétt klætt. Þetta er hryllingur. Þetta er það, sko, og þú veist, og þetta er mjög meðvitað, sko, íransk stjórnvöld að kera á þessu, en þú getur bara ennþá í dag farið og séð, sko, bara getur farið hvaða smábæ sem er og séð svona myndir af píslavottum úr stríðinu, sko, Íraksstríðinu, sko, 80 til 88 eða eitthvað. Sem að tilheyra þessum hópum, sem að gefur þeim lögmæti og svona valdi yfir þér. Já, bara ennþá verið svona að minna á þetta, bara hvað er búið að fórna miklu fyrir íslamska lýðveldið, en hvað er búið að fórna miklu fyrir landið og bara í hvaða smábæ sem er einhver sem að lét lífið fyrir þetta stríð, sko, fyrir að halda, sko, já, Íran, bara eins og Íran er einhvern veginn og ennþá verið svolítið að keyra á þessu, sko, og rifja þetta upp bara í svona borgarmyndinni, sko. En við erum að tala átök á milli Íran og Ísrael og til þess að skilja átök á milli þjóða þá verður maður einhvern veginn að reyna að skilja hvernig ríkin skilgreina öryggis hagsmuni sína, til dæmis Rússland og Úkraína
að þú verður að einhvern veginn að reyna að skilja það hvernig Rússar skilgreina öryggishagsmuni sína og svona tilvistarlega mál. Það hlýtur að skipta máli í þessu líka hvernig Íranir skilgreina ógnina gagnvart sér og hvernig þið geta varið það. Og af hverju þeir hafa stutt Hizbollah og fleiri, Húta og fleiri. Og hvernig getur einhvern veginn dreifð upp einhverja mynd af því sko, hvernig þeir skilgreina sína stöðu í þessum heimsluta og hvað eru þeir að verjast og gagnvart hverjum. Og hvað eru einhvern veginn svona einhvers rauðstrik sem að þeir varu til í að fara í allsherjarstríð. Já, sko, við erum alltaf að tala með eins og vorum að tala með náðan að þú veist að við erum með svona sem er búið að draga upp þessa mynd af einhvers konar öxulveldum sko andspyrnunar sko sem að þeir hafa svolítið svona hallað sér inn í einhvern veginn og náða að vera með og svona já, tengst svona þessum svona náða skilgreina sér svolítið sem það sem er á móti Bandaríkjunum einhvern veginn. Þannig að það er og Bandaríkjunum þá munu þá ryðjast hingað inn annarkvort sjálfur eða senda einhverja leppstjórn yfir okkur sem að munu tæta af okkur öllu sem að okkur finnst mikilvægt við Íran. Já, ég meina þú veist það eru nærtæk bæla trúna okkar og siðin okkar og eðalegja það. Já, bara þú veist þetta snýst svolítið þetta sko að halda upp einhver svona sjálfræði og bara þú veist farið eða þú veist keiri svolítið á þessari svona hvað segja svona þessar íransku sögu sem er kannski frekar sterk og þetta íranska svona identitet einhvern veginn og þú veist þú kannski bara bent á þú veist katastrófan sem að kemur yfirleitt í farvatninu af svona amerískri hernaðar aðgerð við horfum bara á nágranna Íran sem eru þá í Írak og Afganistan sem dæmi sko það sem að já, við vitum bara að þú veist það er bara búið að vera allt í rugli þar bara síðan aldamótin sko út af einhverju svona sko. Þannig að þau kannski steimpla sig sem einhver svona ákveðin svona mótvægi við því sem að hendar kannski ágætlega og svona þá eru alls konar hópar sem geta leita til þeirra líka. Þú veist, þeir eru líka náttúrulega svona hugmyndafræðilega sem voru náttúrulega bara svona tala um að exportera byltingunni og eitthvað svoleiðis sko og svona styðja svona byltingar svona hugsjónir sem voru kannski svolítið í gangi að styðja svona aðra og íslamska byltingar íslamska byltingin sko styðja aðra svona undir okaða hópa eins og til dæmis í Líbanon sem að verður þá þessar Hezbollah hreyfingu og svo kannski Hamas einmitt líka út frá því hvernig er farið með Palestínumenn hana í þessum hernumdu svæðum sko en hvaða rauðu línur þarf að fara yfir þú veist, þeir hafa náttúrulega verið svona þú veist, það er náttúrulega kannski bara landamærin sko, sem að gilda og svona þeir hafa svona farið svona fínt í það að svara þessum svona árásum sem hafa verið gerðir á svona þessi hernaðarlegu stofnanir sem þeir hafa haft sko utanland, þú veist, í Írak og Sýrlandi og eitthvað svoleiðis sko það er eitthvað sem herstöðvar, nú var ráðist á það sendir á þannig 1. apríl sko eða ræðismannsskrifstofur eða hvað. Þeir eru skilgreind það sem alvarlegra. Að þá er það, já, og vitna svo sem bara einhver svona samþykkt í Sameinuðu þjóðanna að það sé það bara, þú veist, það telst það bara sem sko hluti landsins eða ræðist á svona híbýli sko. Þannig að það er þá væntanlega sko línan sem er dregin er að þú veist, þú fara ekki að ráðast inn í Íran einhvern veginn og þeir hafa þá vandað sig líka við að svara sko Íranir á svona tákgrænan hátt að einhverju leyti þar að segja verið að eins og bara þessi árás í Ísrael sem að var kannski tákgræn frekar en eitthvað annað þar sem að þeir eru búin að tilkynna að hún eigi eftir að eiga sér stað hún vakti svona augljóslega mikla hræðslu í Ísrael og er svolítið svona ógnvekjandi en þú veist frekar skýrt og örugt að það myndi ekki svona hafa neitt skaða sem slíkan sko. Það myndi ekki vera óbreytti borgarar sem að myndu falla? Né hermenn sko, eða þú veist að það var svona nógu mikið svona, nógu mikið fyrirvari á þessum árásum. Það gátt allir fært sig, það var þetta að stöðva þetta og þú veist og menn voru náttúrulega bara, þú veist, einmitt bara tilbúinu með flugvélar til að skjóta þetta niður og allt þetta sko.
þannig að já, en þeir eru þar kannski kemur í svona farvatnin af því draga þeir kannski upp þessa línu sko, sem bara, þetta var yfir strikið vegna þess að þetta var á skilgrænt íranskt yfirráðsvæði sem þá þessu sendiráð og ef það er ráðist inn á okkar landsvæði að þá munum við bregðast harkalega við en þeir hafa kannski líka einmitt vandað sig við að gefa ekki ástæðu til þess að þessi ráðist inn á kannski þeirra landsvæði með því að svona hafa þessar árásir á einhvern svona tákrannan hátt og reyna að halda þessu einmitt bara í Írak eða Sýrlandi eða einhvers þar annars þar sko, sem hafa svo sem verið að ráðast á bandarískar herstöðvar eða svona til þess að svara fyrir svona aðra hluti sko. Þeir eru ekki að sækjast eftir stríði? Það held ég ekki, nei ég held að það væri líka algjör katastrófa fyrir Íran að taka þátt í svoleiðis sko og þeir yrðu svona já einangraðir einhverju leiti og minna rússar getur komið til aðstöðar einhverju leiti sko en þeir eru kannski líka uppteknir annar staðar sko og það yrði náttúrulega svona ekki vinsælt í Íran heldur sko hvort þeir myndu ákvaða að þetta væri svona eitthvað svona síðasta skot í byssunni fyrir íslamska lýðveldið er náttúrulega kannski erfitt að segja. Það munir náttúrulega verja sig ef Ísrael eða Bandaríkjamenn gera árás. Já, en maður hefur kannski áhyggjur af því að þú veist að við erum að tala kannski svona stjórnvöld í Íran sem eru líka svona ótrygg að einhverju leyti. Ég meina þú veist þetta er svona lýðræði sem við vorum að tala um það sem er í raun og veru ekkert til lengur og þú veist fólk er búið að gefast upp á einhvern veginn að þú veist við þurfum að fara að velja nýjan aðstæðleiðtoga íslamska lýðveldið er í ákveðinni tilvistakreppu hvað er næsta skref, þú veist hvað gerist næst fólk er í hrönnum búið að gefast upp á þessu landsmenn og hvort að sko valdhafa lítið á það sem svo sko að stríð sé einhver svona góður kostur til þess að tryggja sig í sessi er kannski helsta áhyggjuefnið í þessu, því annars sæði maður kannski ekki að mega neitt sérstaklega mikið sens fyrir Írana að fara í þetta stríð sko. Segðu mér eitt, því að þú varst að tala viðbrögð, gagnrýni í Írana á viðbrögð Sameinuðu þjóðanna. Maður sá það, vakti svolítið svona athygli eftir þessa árás Írana á Ísrael með löngu fyrirvara. Að sko fréttaflutningurinn af því var þarna eins og það væri einhver straumhvörf en það var ekki fréttaflutningur var ekki þannig að þetta væri svar við ykkur öðvarindar þess var getið en hins vegar voru árásendur og sendiráði voru svona fjórða frétt frá því svona eins og bara eðlilegu hlut en núna voru allir bara hernaðar fræðingar landsins sem náttúrulega ræstir fram allir bara allir NATO-mennirnir og þú reyndar í einu fréttatíma fyrst að segja eitthvað pínlítið þetta er náttúrulega svolítið svona þetta er undanlega skekkja af því að ég veit að þú hefði ekki bara vænt Írani og ég hef talað um Íran áður og þú bara elskar land og þjóð eins og sagt og þú elskir ekki stjórnvöldin það er eitthvað skrítið við þetta sjónarhorn okkar af því að það er eins og eitthvað myndi segja þetta meika bara eitthvað sens Nei, það er alveg satt sko þú veist og og það er náttúrulega bara mjög stutt síðan að við vorum líka með veit ég hvort við getum kallað eitthvað svona sambarlegt dæmi þegar Ísrael náttúrulega ræðst inn á Gazaströndina að þá mátti engin svona nefna það án þess að hann þyrfti líka að sverja af sér sko árás Hamas af Það verður að bölva Hamas sko. Áður máttir gagnrýna Netanyahu og þarna erum við að sjá kannski sambarlegt að því leiti að við sjáum árás frá Ísraelum á Íran og Íran svarar því og þá er allir fókusinn á þessa íransku árás og það er verið að fordæma það alveg hægri vinstri án þess að þessi endilega nefnt að það þurfi kannski viltu ekki kannski byrja á að fordæma árás Ísraela á Írani? Ég held að meira þess að íslenskt samfélag ef að segjum að svona meginströmsmiðlarnir séu merki þess eigi erfiðleikum með að ræða sko árás Hamas 7. október sem ansvar Svo við mátt það ekki. Þetta verður að vera að hafi bara sprottið upp úr engu, alveg svo var alltaf sagt með innrás Rússa í
í Úkraínu það þurfti alltaf að segja að hún væri sko fyrirvaralaus eða hún væri sjálfstæð. Það mátti ekki vísa ef hún væri viðbragð við einu eða einu. Þannig að þetta er svona gegnumgangandi sem eru eiginlega sjónarmið sem að koma bara frá Pentagon býst við, sem eru það hver má gera árás á hvern. Já, það er svo sem kannski líka bara svona stór hugmyndafræðilegur pakki líka sem er bara hvernig virðum við mannslíf stundum sko og svona hvernig við röngum það einhvern veginn eftir löndum og nálægð og allt svoleiðis sko og það virðist ekki snert okkur jafn mikið til dæmis þegar það er stríð í Miðausturlöndum eða Afríku eða þegar við erum í Evrópu sko. Það er verið að drepa palestínumenn bara að meðan að við töluðum sko, það var margir dáið og það er verið að svelta börn til dauða. Já, var ekki 70 börn á dag sem að eru og þetta er bara í gangi. Algjörlega. Og það eru íslensk stjórnvöld fordæmdu árás Íran en ég heldur hafi ekki ennþá fordæmt sko Ísraelsmenn. Nei, algjörlega sko. Þetta er bara svo sérstakt sko. Þetta er það vissulega sko. Með hennar kassa eitthvað starf, maður veit ekki sko í hvað hillum maður á að setja þetta sko. Þetta er svo klikkað sko. Já, þetta er undarlegt að svona upplifa einhvern veginn sko og að þurfa að útskýra líka einhvern veginn sko, bara þú veist, þetta er einmitt ansvar við þessu og ég veit ekki hvað maður á að segja þetta eins og sko. En þetta er mjög merkilegt og kannski sorglegt bara. Það er þeirra stríðir náttúrulega þannig þó við eðli að því að stigmagnast og breiðast út og við veitum ekki hvað verður þarna. En það er ennþá, það er meiri líkur á ófriði í þessu heimsluta. Heldur hefur verið þú veist náttúrulega var ófriður hann sem kom með loftarásunum og Líbíu sem er nú aðeins kannski frá en síðan náttúrulega innrásinn í Írak og stríðinu í Sýrlandi en samt er einhvern veginn þannig að ástæði núna er einhvern veginn eldfimara, já, algjörlega. Já, þetta verðist vera ansi eldfimt og einmitt svona landfaran að dragast hann inn og kannski, þú veist, tengist þetta einhverjum hluta þessu sem við vorum að ræða líka, sko, sem að er þessi kannski svona upplifun af því að einmitt að svona mannslífi í Miðausturlöndum sé ekki með þetta nefnhátt og kannski í Evrópu eða Bandaríkjunum eða eitthvað svoleiðis, sko, og kannski svona ákveðin hvað að segja meiri reiði kannski gagnvart Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra eftir það sem á undan hefur gengið einhvern veginn og kannski að þó okkur finnist auðvelt í fjölmiðlum að svona að bara pæla ekkert endilega í loftárásum á Líbíu eða pæla ekkert endilega í stríðinu í Sýrlandi eða eitthvað svoleiðis auðvelt fyrir okkur að gleyma þessu eða þú veist, hvað þurfum við að pæla þessu einhvern veginn, eða Jemen sko en að það er ekki gildir náttúrulega ekki það saman alla og alls ekki það sem er að upplifa þetta sko og svona þú veist það sem að kannski Íranir standa svolítið fyrir er svona eitthvað ávera eitthvað mótsvar gagnvart svona þessu sko En það er ekki þannig að Íran sé endilega vinsælt í Jórdaníu eða Egyptalandi Nei. Það er það ekki og allra síst meðal sko stjórnvalda Já. Hvernig heldur að staðan sé sko meðal almennings að ef þessi átök magnast og það var nú talað það að Jórdanir og fleiri hefðu leyft þessu við að skjóta niður drónana á leiðinni til Ísrael sem að kannski er bara hluti af bara þeirra varnartaktík að skjóta niður dróna sem er í þeirra loftilgi en kannski svona afstaða ég meina þeir hefðu geta snúið blinda augana að þessu Já. Svona inneign í Íran hjá nágrannlöndunum hvað ef að Bandaríkin og Ísrael fara að þrengja mjög að Íran það er engin sem að mun rétt upp hend og vilja hjálpa Nei, það held ég ekki af þessum nágrannalöndum sko. Ég held að það sé engin sem var einhver svona augljós bandamaður Írana þar sko þannig að og við erum að sjá líka bara helstu bandamenn Írana eru náttúrulega einhverjum uppreisnarhópar sko. Þetta er ekki ríki eða lönd sko, sem að það er ekki ríkistjórnir sem að eru vinnir þarna Írana í raun sko. Þannig að já,
það verið frekar Rússar og í raun sko sem að myndu þá einhvern veginn þá líklega bara bak við tjöldin svona meira styðja Írani frekar en að fara senda ykkur á hermenn eða eitthvað svoleiðis myndi ég halda sko en já, ég tel ekki líklegt að í öllum nágrannlöndunum ríkisstjórnir og kannski meirihluti landsmanna sem vill síst af öllu vekja upp einhverja íslamska byltingu. Já, og náttúrulega vilja kannski forðast einangrana inn í Íran. Stríðsátök líka svona í lengstu lög sko og ekki dragast inn í það. Já. Herðu Kjartan, Orri, takk fyrir að koma hingað. Alltaf gaman að tala við Íran. Sömuleiðis. Takk. Herðu, ég ætla að þakka Kjartani fyrir komuna og öllum gestunum og ykkur sem eru að hlusta og búið til þennan galdur sem að samstöðin Ég vil benda ykkur á að þið verum alltaf að tala svolítið lýðræði hérna, að þið geti verið virkir áhorfendur og áheyrendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni á samstöðunni sem ykkur líkar, því að þannig byggist upp dreifikerfi samstöðunar. Við höfum enga peninga til þess að auglýsa eða kynna okkur með peningaaflinu, en við höfum samtakamáttinn og ef þið takið þátt í þessu með okkur, að þá stækka samstöðin. Bara ef þið segið í næstu fermingaveislu frá einhverju efni sem ykkur finnst áhugavert. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það er á 89,1 á FM og svo má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran, spilari.is á netinu og spilarin líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum, það sem net. Við erum komið í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar erum við númer 5 á fjastýringunni, 24 tímar á sólarhring, 7 daga vikunar, allan á hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar sem að þið getið bara kveikt á þegar þið viljið. Meira þess að þegar þið andvaka miðanótt, þá eru við hér að ræða samfélagið. Því sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna sem að svona kraftaverk í mótun, getum við sagt, þegar getið gert áskrifundur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum sem grunnáskriftinn, þið megi borga meira þið viljið og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Okkar draumur það að samstöðun verði öflugur miðill sem í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. Og það hefur gengið ágætlega hingað til, en við viljum gera meira og ef að þú ert búin að vera að hugsa lengi að gerast áskrifandi, endilega láttu verða að því það hjálpar okkur til þess að móta stefnuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég verð hér næst í eftirmiddaginn á morgun klukkan 4. Þá vikuskammtur, þá fæ ég hingað góðan hóp af fólki og fer yfir fréttir vikunnar sem voru aldeilis líflegar í þessa viku. En ég segi góða nótt í bili. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is